Hvenær kynntust þið Ásgeir? Þegar ég á 20 Já. Og núna 34. Já. Hann aðeins eldri eða ekki? Jú, hann það 17 ára milli okkar. Já. 51 núna. Vá. Hvernig brást fjölskyldan við þegar þú eignast svona gamlan mann? Já, ég að segja það, mamma þetta bara dýrlingur, sko. Já. Það er til meira ljós í þessu lífi en mamma mín, sko. Já. Og hún bara, if you're happy, I'm happy. Og þetta var alveg svona, þetta var bara einhvern meginn svo náttúrulegt. Já. Þetta var í rauninni eins og ég segi, þeir sem þekki Ásgeir vita að hann bara ekki deginum eldri en ég, sko. Hann bara, þannig að það ekkert eitthvað kveikt á Rás 2 og heyrnartæki og þú veist, þetta ekki þannig. Þannig að ég finn ekkert fyrir því. Nei. Já, hann alveg þetta gaman. Já. En eins og ég segi, þú veist, bara allir sem þekki hann, þetta bara, hann bara ungviði, eins og pappan segir eina mínum fyrirmyndum. Já. Hann 92. 92. Og hann bara skokkand út allt og bara í alvöru veistastur í heimi og jafn svona jákaður og léttlindur eins og Ásgeir, hann þetta bara Geðveikt. Þannig að þeir eru búin að vera saman þá núna í hvert gömul núna? Ég alveg 34. Já. Við erum í einhverjum starffræðatíma hérna. Já, ég bara Nei, strákurinn okkar allan 12, þannig að við erum allan búin að vera saman í ykkur 13-14 ár. Vá, og bara geggjað. Og hvenær fórstu að hafa áhuga á þessu stjörnuspekinni? Eins og ég segi, þetta var í rauninni þannig að Ásgeir fer og hittir Gulla á hérna kaffehúsi og þeir byrja bara að spjalla saman og Ásgeir segir hvort að konan hans með ekki kom með og ég kem þarna og Gulli var bara svona já, sína mér aðeins stjörnuspeki en í rauninni var hann að hitta Ásgeir til þess að Gulli nefnilega hæfileikinn að Gulla bara skrifa efni og þetta kemur bara allt svona til þess að hann bara byrja að skrifa. Já. En hann hefur ekkert eins pengin á að koma svo til fólks. Nei. Svo fer hann alltaf inn að hugsa, ég er bara komin á þann aldur, ætla ég bara að deyja frá allar þessari visku, eða komið svo út. Deilin áfram, já. Já, og fær Ásgeirurinn til þess. Þannig að planið var aldrei að ég myndi gleypa þetta svona, svo bara kem ég hana og bara fyrsta degi bara myndi ég allt og þetta var bara eins og ég segi, minnst þess að hafa bara svona installera kupp í mig. Já. Og bara með allri vitnesku sem ég vissi. Þannig að þá bara frá með þeim degi á þessu kaffehúsi þá bara náði ég þessu öllu og við byrjum bara öll þrjú að vinna saman sem var ekki planið en þannig að þríhyrningur er sterkasta formið þannig að við erum bara geggjuð saman og aldurspilið nánast 17 ára milli okkar allra. Já. Þannig að þið eru bara geggja tríó. Hvernig að vinna svona með manninu sínum? Það ekkert flókið? Nei. Og kannski þetta fag hjálpar okkur líka með það að því í rauninni að því vorum að tala hvað Ásgeir búin að lengi saman þá vorum við saman kannski í svona 7 ár ásaldið forsendum bara eins og fólk sama í dag eins og ég myndi segja bara lifa og hvað næst og það brúðkaupið og þú veist barnið og nú eru við komið eitt og þá verður hann að vera annað og allt þetta sem að fólk í lífandi í þessum endalausa eldingaleik við eitthvað. Já. Og eina sem gerist hjá okkur Ásgeir að við bara bökkum meira frá okkur öðru. Því við vorum alveg að fylla upp í lífið með alls konar hlaupum og svo erum við komin bara það langt frá okkur öðru og það bara spurningin, erum við að fara að halda á hann saman eða ekki? Já. Og erum í rauninni grunninn líka stjarnspekislega mjög ólík. Já. Ég er margfaldur eldur og hann er margfaldur jörð. Já. Þannig að við bara tölum ekki saman tungumálið. Nei. Og svo kemur bara Gulli þarna inn með þessa vitneski og það var heldur ekkert sem við sáum fyrir okkur. Og þá byrjum við bara að sjá hvað við erum ólík. Já. Og byrjum að sjá bara, herðu, ég þarf á þínum styrkleikum að halda, þú þarf á mínum styrkleikum og við erum bara, þannig í dag erum við að vaksa saman. Já. Og mér finnst oft þegar ég tala við hjón eins og það sem vantar upp á sambandi hjá þeim, það er ekki ástin, það er ekki tilfinningin, þið eruð ekki að vinna saman. Þið viti í rauninni ekki hver þið eruð og þið viti ekki hver þú hvernig átt að geta unni með einhverjum öðrum. Þannig að ég myndi bara segja núna á síðustu svona 6 árum hefur Ásgeir aldrei verið sterkari eða fallegra par. Nei. Þannig að það alveg klárlega sem að stjörnuspekin gaf okkur.